Lárus, þetta með í slakara sem að maður hefur séð. Já, þetta var ótrúlega lélegur leikur á okkar hálfu. Það var bara eins og menn allt í einu hægt bara að kunna að spila körfubolta. Og bara eiginlega báðum endum vallarins. Og ég tek ekkert á Njarðvíkingum, þeir spiluðu mjög vel og þeir heldur val í 53 stigum í síðasta leik. Þeir skoruðu þá bara tæpa 80 með minni. En mér fannst svona bara lykilleikmenn í okkur, þeir bara voru ekki tilbúnir í leikinn. Það var ekkert framlag bara frá þeim sem eiga að skila megnina framlaginu. Hansel með einu körfuna í 4. leikluta og það voru einu stigin sem hann skilaði. Þetta er náttúrulega maður sem þú ætlast til meira af. Já, hann hefur svolítið verið svona að draga vagnir fyrir okkur og mér fannst bara við einhvern veginn svona svolítið kóðuna bara undan bara svona smá pressu. Og náðum einhvern veginn aldrei að vinna okkur almennilega inn í leikinn til þess að geta einhvern veginn komið tilbaka. Það var eiginlega aldrei spurning það var eiginlega alltaf bara spurning hversu stórt það fyrir. Fyrsti leikluti, Njarðvík setur hann á fyrstu 9 stigin með einhverju bara stórskota sýningu en svo voru þau bara inn í þessu. Þetta var bara jafn og skemmtilegu leikluti. Annar leikluti, maður var alltaf að bíða eftir rönninu en svo bara ekkert að frétta. Það rauninni, þetta er náttúrulega leikur áhlaupa, þannig að við byggumst alltaf við að við myndum koma tilbaka en ég held, fyrir utan fyrsta leikluta þá var þetta rosalega slappt og við náðum bara engu rönni í leiknum með það. Þið eru ekki komið sigur ennþá í vetur. Þú lítur að vera að fara að taka upp pistilið við leikmönnum núna. Ég meina þetta getur ekki verið það sem að þú lagðir upp með fyrir kvöldið. Nei, langt í frá. Það var eins og að vera svona hálfgerð uppgjöf í liðinu. En verðum ekki að segja það að núna er bara botninu náð, þannig að við erum bara að fara að spila okkur upp frá honum. Mér líst vel á það, Lárus, og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.